Gott kvöld. Landspítalinn kominn á neyðarstig og kalla þar út starfsfólk sem í sóttkví. Nú eru 200 starfsmenn annaðhvort í einangrun eða sóttkví. Eins unnið að því að fá starfsfólk frá öðrum stofnunum til að halda starfsemi spítalans gangandi. Þetta í annað sinn sem Landspítalinn settur á neyðarstig. 893 greindust með kórónuveirusmit í gær, þar af 57 á landamærum. Nýgengi veirunar því hærra en nokkru sinni eða 1359 á hverja 100.000 íbúa. Fjöldi fólks í einangrun og sóttkví, þar á meðal starfsfólk Landspítalans. Þetta með því versta sem við höfum séð síðan að faraldurinn skall á og hefur gert það verkum að það er búið að setja spítalann á neyðarstig. Við getum í rauninni ekki sinnt nema allra brýnustu verkefnum og eigum fullt í fangi með það. Núna yfir 100 einstaklinga í einangrun og það eru aðrir 100 í sóttkví og við þessu þarf að bregðast. Þessi staða þýðir að aukið álag á margar starfseiningar sjúkrahússins og flytja þar til verkefni. Og nú svo komið að kalla þar út starfsfólk til vinnu sem í sóttkví. Þeir sem eru áður voru í því sem kallaði sóttkví A og þurftu þá bara að vera heima hjá sér eins og aðrir og umgangast ekki aðra. En við höfum verið að kalla þá til starfa og það verður meira af því. Það rétt að byrja, má segja. Það er bara ekkert annað hægt að gera? Það er ekkert annað hægt að gera. Ekki hægt að kalla þá inn sem í einangrun? Þá verðum við að fá aðstoð utanfrá til þess að geta mannað bara brýnustu starfsemi spítalans. Þegar þú segir utanfrá, hvað áttu við? Frá öðrum stofnunum, frá höfuðborgarsvæðinu eða annar staðar. Sóttvarnalæknir segir að mögulega þurfi að herða aðgerðir til að hægja á smitum. Ómikron afbrigðið megi ekki fara of hratt yfir, þó það geti á endanum hjálpa til við að ná útbreiddu ónæmi. Já, ef að ástandið í heilbrigðiskerfinu og spítalanum fer að verða krítískt og mjög alvarlegt fyrir alla sjúklingahópa og starfsemi spítalans, þá held ég að það þurfi séu nokkuð augljóst að þá þurfi allir að skoða það. Einangrun og sóttkví setur strik í reikning margra. Nú eru samtals 12.000 manns í sóttkví eða einangrun, sem meira en allur íbúafjöldi Austurlands og svipar til íbúafjölda Mosfellsbæjar. Heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir hafa til skoðunar að stytta lengd einangrunar og sóttkvíar á næstunni. Sjúkrahúsinnlagnir í þessari viku skera úr næstu skref. Gögn sýna að alvarleg veikindi af völdum ómikron afbrigðisins séu vægari en vegna fyrri afbrigða. En það spurning hvort við þurfum að draga úr þessu eins og aðra þjóðir hafa gert. Þetta eru 7 dagar í Svíþjóð og Danmörku og 6 í Noregi og Bandaríkjamenn voru að lækka þennan tíma og minnka þennan tíma. Þannig að við skoðum það með sóttvarnalækni. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður á Alþingi. Fréttir dagsins og faraldurinn hafa sennilega sett svip sinn á þennan síðasta þingfund ársins. Jú, svo sannarlega það geta að segja annað. Í gærkvöld bárust fréttir af því að Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefði greinst með COVID og síðan í morgun bárust þær fréttir að ráðherrarnir þær Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefðu báðar greinst með veiruna og væru í einangrun. Þau bættust þá í hóp þeirra þingmanna sem í einangrun en 12 varaþingmenn voru á þingfundi við upphaf dagsins og þeirra voru sennilega sjaldan eða aldrei verið fleiri við afgreiðslu fjárlaga. En það kom ekki í veg fyrir að þingið afgreiddi fjöldan allan af málum hér í allan dag. Fjárlög næsta árs voru samþykkt og gerð að lögum og einnig bandormur næsta árs og fjölmörg frumvarp önnur sem tengjast dagsetningu áramótanna urðu líka að lögum. Stjórnar meirihlutinn lýsti yfir ánægju með fjárlögin en minnihlutinn gagnrýndi harðlega vinnubrögðin og þar með kosningar að hausti og að afgreidd væru allt of stór mál á allt of stuttum tíma. Nú, við hittum Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra hér að loknum þingfundi og spurðum hana hvort að áhrif af þessu, fjarveru ráðherranna, hvort það hefði áhrif á störf ríkisstjórnarinnar. Hún sagði að svo væri ekki, en það væri næsti reglubundni ríkisstjórnarfundur ekki áformaður fyrir 4. janúar. En það hefð fyrir því að halda ríkisráðsfund á Bessastöðum á gamlársdag og við spurðum Katrínu hvort af honum yrði í dag. Já, við forsetinn vorum í samskiptum í dag og ætlum við bara að meta stöðuna á morgun. Það liggur alveg fyrir að eins og staðan núna þá eru að minnsta kosti 4 ráðherrar forfallaðir. Það er alveg verulegur hluti ríkisstjórnarinnar þannig að við ætlum aðeins að meta stöðuna núna á morgun. Áramótin eftir örfáa daga. Hver eru þín helstu skilaboð til fólks á þessum tímapunkti? Ég fara gætilega og hugsa heilsuna. Því það skiptir máli þó að eins og ég segi, þó að gögnin bendi til að veikindin séu vægari.
að álagið verði ekki of mikið á alla okkar innviði og við sjáum það að þeir eru undir miklu álagi núna og það er okkar sameiginlega verkefni að tryggja að þeir beri engan skaða í gegnum þennan skafl. En ég hef nú trú á því að við gerum það og mér finnst nú Íslendingar í gegnum alla þessa mánuði sem eru nú að nálgast 2 ár hafa sýnt alveg ótrúlegt þolgæði og ég er nokkuð viss að við höldum því bara áfram. Já, og þess má geta fjórði ráðherrann sem að Katrín nefndi þarna áðan er Guðlaugur Þór Þórðarson sem er í áður boðuðu fríi. En klukkan 2:30 í dag var jarðskjálfti sem fannst greinilega hér í þinghúsinu. Kristrún Frostadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, var þá í ræðustóli að halda ræðu sína í umræðum fjárlögin við 3. umræðunni. Við skulum sjá viðbrögð hennar. Þá má nefna að letjandi áhrif COVID á ferðalög til útlanda hafa samaskapi haft hvetjandi áhrif á sumarbústaðaframkvæmdir og þau áhrif eru ekki horfin. Áhrifamikil ræða. Auk þess bendir margt til þess að umfram eftirspurn sé eftir iðnaðarmönnum